ekkert á bjöllunni. Hún virkar ekki. Blessaðu hana. Þú ert úr Hafnarfirði? Já, ég fæddur í Bandaríkjunum, sko. Í Pittsburgh, í Pennsylvania. Er þar í 6 ár. Síðan flytti ég í Hafnarfjörðinn fyrir eitthvað svona 6 og eitthvað. Hvað ert þú gamall? Þú segir, heyrðu, mig langar til að æfa gítar. Ég var í svona 3., 4. bekk. Við vorum að stofna hljómsveit í skólanum og hreinn félagi minn, hann spilaði á gítar og mér langaði að kunna gera það sem hann var að gera. Hann gat spila Fjöllina á vakað og byrjaði nefnilega strax í svona pop-gítarleik sem hjálpaði mér geðveikt, því ég fór strax að spila lög sem mér fannst skemmtileg, sko. Og þetta er svona pínu brenglað, sko, einhvern veginn þessi hugmynd eitthvað, já, fyrst þarftu að læra á blokkflautu, svo máttu verða trommari, eða eitthvað. Það er á Íslandi, það er regla. Já, sem einhver fann upp á. Vá, einhver bara sem hatar börn, var bara eitthvað, þetta er ferlið. Ég var mikið í íþróttum, en fattaði það alveg að, mér langaði miklu meira að vera bara í tónlist, skilur, og vera í tónlist og einhverjum svona sviðstengdu og var í einhverjum svona, fór í einhverjum svona götuleikhús sem var svona pínu svona eye-opener fyrir mér að vera að vinna með fólki einhvern veginn. Svo byrjaði ég í MR og fór í skiptinám, kom tilbaka og var eitthvað, ok, það er leiðilegt í skóla. Og kláraði í FG, basically slapp við að fara í einhver svona gett-helluð MR lokapróf. En þú ert á sama tíma, er það ekki, í FIH? Já. En þar ertu komin út í jazzgítarleik? Já. Ég held að þú sérst alltaf að fara að rekast á einhvern vegg þegar kemur að svona rock og poppi, nema þú sérst tilbúin að draga áhrif frá einhvern veginn svona, á ég að segja fágaðri tónlistarstefnum eða eitthvað. Segjum það bara. Segjum það. Já. Og einhver sem elskar Led Zeppelin, bara senda mér morðhótanir eða eitthvað. En þú veist, þá opnaðist svo margt annað bara eitthvað svona varandi bara svona hljóma og þú veist, að fara út fyrir tóntegundina og að einhvern veginn augra svona bara forminu í rauninni, sko. Tónlistarfólk byrjar að finna raddir sínar, skilur mig. Þínar eru eiginlega 2. Já. Þá meina ég bara að það sem þú byrjar að gera á ensku, á lón, það er allt öðru heldur en síðasta plata. Já. Og ég er að pæla í hvernig þú ferð úr FIH og byrjar svona, þú veist, þegar þú byrjar kannski að semja tónlist sjálfur, einn, sem auður, verkefnið, hvernig verður það til? Ástæðan fyrir ég byrja að gera alone er í rauninni bara að ég byrja að syngja, sko. Þú veist, ég var alltaf bara gítarleikari og var bara að útsetja, þú veist, mjög nákvæmlega fyrir sjálfa mig og aðra tónlist og mikið bara þungarokk, sko. Og svo byrja ég einhvern veginn að syngja og það er það sem setur af stað þetta auður verkefni, sko. En hvað gerði það verkum að byrja að syngja? Sko, ég fór að spá þessu daginn og ég held að vera að ég losnaði við spóngirnar, sko. Ég þorði ekki að brosa þegar ég var með spóngir, sko. Ég var alltaf svona, maður er á viðkomum aldrei þegar maður fær spóngir, sko. Þetta er eitthvað svo, hljómar svo hallarslegt, sko. Þetta er fullkomlega eðlilegt. Og sko, ég er hættur að fá minnumáttukennd út af þessu, út af því að Freddie Mercury, hann sneri bara baki í fólk að því hann var með svo slæma tennur, skilur við. Þetta er svo smá svona þyrnirósa saga, sko. Bara allt í einu bara var eitthvað svona, ég er ekki með hennar spóngir. Kannski get ég bara sungið. Litli andróngurinn minn. Já, litli andróngurinn, segi ég. Hvað er þyrnirósa? Þyrnirósa, já, það er kannski kom enginn prins að kyssa þig. Nei. Þetta er bara eins og litli andróngurinn, er þetta eitthvað þannig að segja? Já. Bara losnaði við spóngir. I can't stop thinking about you. Ég man alveg eftir þegar South America kemur út. Og það var alveg svona, herðu, við ætlum að sjá þetta myndband, hvað er í gangi hér, hver er þessi gæi? Þú veist, það var bara svona frekar mikið success. Og það er bara fyrsta lagið sem þú gefur út. Varstu hissa? Það er fyndið að skulle segja það, af því að það sumar, þá er ég búinn að eiga svona smá smell sem er náttúrulega strákandi með Gauta, sko. Svona narratífan í kringum eitthvað svona South America er eitthvað svona gaurinn og bak við strákarnir. Og ég eitthvað, ok. I'll take it. Já, ég meina bara strákarnir var bara vinsælasta lagið það sumarið og bara gaman, skilur. Þú veist, fyrir mér er þetta lag, strákarnir, lagið sem gerði rapptónlist og poptónlist á Íslandi, sko. Og þú varst þá að gera takta eða, þú veist, já. Þú veist, ég er búinn að vera að forrita inn bara eitthvað, þú veist, nótur fyrir gítar og fyrir bassa og fyrir trommur. Og það er ógeðslega lógískt skref fyrir mig að fara einhvern veginn úr því yfir í svona raftónlist af því að þá, þú veist, er ég bara cutting the middleman og er bara einhvern veginn beint
að klára lagið, skilur, frekar en Langaði einhverjum part af þér að vera bara pródusent þá? Þú veist, þegar þú ert þarna pródusent. Já, en ég sé bara pródusent. Já, veist, ég er alveg með ego og ég er stjarna, skilur. Þannig að þú veist, ég vissi alltaf að mér langaði að láta ljósið mitt skína, en á sama tíma þá veit ég að, þú veist, að ég fæ ótrúlega mikið úr því að vinna með öðrum og lyfta þeim og leið og þau, veist, lyfta mér og þú veist, bara, þú veist, að vera í einhverju samstarfi sem er einhvern veginn, já, bara samvinna, skilur. Ekki trufla mig í kvöld, ekki angra mig. Bara ég og strákarnir. Alone-platan. Já. Þú verður tónlistarmaður þegar hún kemur út. Er það ekki það? Þá svona pínu, þú byrjar að gefa plötu, þú byrjar að gigga, þú veist, lífið verður smá þannig. Já, það var fullt af fólki sem var, þú veist, bara vinur minn sem vissi ekki að ég var að gera tónlist fyrir en það kemur út, skilur. Það verður miklu stærri hluti af einhvern veginn identityinu mínu að ég sé að gera tónlist. Þú veist, af því þú fórst í Red Bull Music dæmið, þú ert eini Íslendingur sem hefur farið þangað. Er það stuttu eftir að hún kemur út? Það meira að segja, sko, þú veist, ástæðan fyrir því ég fer út í það er að ég sendi þeim demo af plötunni, skilur. Þá var ég komin inn í leikarann í LHÍ, sko, og fer út bara, þú veist, í mestu bara drauma aðstæðum til þess að búa til tónlist sem ég hefði getað verið. Thundercat er að sýna mér eitthvað dót með Kendrick sem kom aldrei út, sko. Þú veist, þá er ég bara, já, ég langar að gera þetta, skilur. Það er líka leikarhlið í þér. Já. Þú ert pínu búinn að leggja hann svona, bara svona til hliðar. Hann er ekkert búinn eða eitthvað, hann getur kannski komið aftur seinna eða eitthvað, En á sama tíma þá finnst mér þetta líka að haldast gæðt í hendi og veist, ég leikstýri meirihlutann af myndböndunum mínum sjálfum og ég hef ótrúlega gaman af einhvern veginn hugmyndir sviðslist og það að koma fram og hvernig er hægt að búa til flott sjó og þetta verkefni Auður. Þetta er margmiðluna verkefni í rauninni, þú veist, að því maður er að gera svo margt, sko. Þetta eru 2 ár sem eru á milli Alone og síðan Afsakanir. Og þú komst mér 100% á óvart með Afsakanir. Já. Af hverju býrðu til þá plötu? Bara þurfti að gera það, skiljið. Þegar platan kom út, þá held ég að ég hafi tweetað. Ég held þessi plata ásins. Síðan fór ég á prikið og þá kom einhver random einstaklingur upp á mér og hann sagði ég sá þessum tweetaður þessa plötu og hún er sturluð. Ég sagði já. Og sagði hann, einhvern tímann hætti ég með kærastunum minni og sálfræðingurinn minn sagði mér að skrifa bréf til hennar. Og mér líður eins og Auður hafi samið plötu upp úr því bréfi. Ég meina, ég hitti líka þennan mann sem er fullur, skilur, og er á prikinu og vil tala við mig og þú veist, það er skrítið þegar maður er búinn að opna sig, skilur, að því að yfirleitt opnar fólk sig jafn mikið, þú veist, ef þú ert í samskiptum við einhvern, þá einhvern veginn er fólk eiginlega tilbúið til þess að, veist, bara að spegla það, sko. Og einhvern veginn þegar ég er búinn að gera eitthvað svona publicly, þá heldur fólk að það geti, veist, gert það til mín og það er oft svolítið svona ábyrgð í því að því að þetta eru þung þemu eins og sjálfsvíg og að missa einhvern og að glíma við geðræna sjúkdóma og það er rosalega skrítið að vera einhvern veginn allt í einu orðin bara eitthvað posterboy fyrir það að fara inn á geðdeild og vera að reykja weed, skilur, og að vera einhvern veginn skilgreindur út frá því og það var ekki einhvern veginn, það var ekki alveg planið, skilur. Þú semur South America eða, þú veist, bara Alone-plötuna eða eitthvað. Það eru einhverjar tilfinningar í gangi og síðan semur hann aðra plötu og það eru aðra tilfinningar í gangi. En það kom einhver gagnrýni, hvar er hin röddin og allt þetta. Hvað fannst þér um hann? Ég meina, þú veist, ég get bara sagt mína sögu. Það er bara rosalega skrítið að vera einhvern veginn að stjórna einhverju narratífu á sögu sem er ekki bara mín. En á sama tíma þá er það eina sem ég hef í höndunum. Ég trúi því að listamaðurinn megi segja sína sögu
Mér alveg sama skoðanir fólks sem ég þekki. Og það bara eitthvað svona, það bara internetið og það bara eitthvað sem hefur ekkert vægi fyrir mér. Það sem erfitt þegar, þú veist, maður með fólk sem manni þykir vænt þegar þær manneskjur, þú veist, eru ósammála því sem maður að gera. Það erfitt. Það erfitt. Við kvöddumst fyrir fullt og allt. Mér verður kalt á næturnar. Ég vona þú sért einmana. Svo ég sé ekki einn það. Þegar ég sá að þú varst tilfinninganæmur eða eitthvað á tónleikunum, útgáfutónleikunum, það hafði áhrif á þig hvað varst að spila. Hvernig hefur þetta áhrif á þig núna svona að hlusta á hana eða að spila lögin? Þetta svona bara eins og dagbókarfærslur, skilur, svona að gera músík og stundum svolítið skrítið að vera að skoða sömu blaðsíðuna svolítið oft, en þú veist, það samt einhver sannleikur þarna fyrir mér, skilur. Ég gerir ráð fyrir á einhverjum tímapunkti þegar þú sérst að semja sum lögin, þá hafi ekkert liðið sérstaklega vel. Þú ert að semja erfiðar tilfinningar. Og ef maður myndi vera alltaf að lesa einmitt þessar erfiðu tilfinningar aftur og aftur, þá nær maður ekki kannski að komast yfir þær, ef við segjum orðað á þannig. Þetta samt líka svo mikið katharsis dót. Þetta svo mikið eitthvað svona bara eitthvað sem ég þurfti að segja. Ég fór að tala hvernig mér leið í gegnum þessa plötu. Þú veist, Afsakanir bluesplata, sko. Og hún fjallar mann sem að missir geðheilsuna sína, missir ástina, missir heimili sitt og fer að drekka og reykja til að reyna að skófla því burt. Þetta var eiginlega bara eina tungumálið fyrir mig til að geta talað þetta. Þú talar vinina sem þú hefur misst, sem að nær mér alltaf, og ég sá á tónleikunum að það náði þér þar. Það líka svona dót sem að bara, ég mun alltaf, þú veist, eiga, skilurðu, í þú veist, mínu hjarta að núna ég búinn að gera lag sem að, þú veist, 1000 manns koma og, þú veist, hlusta á mig syngja og þeir kunna þeir kunna nöfnin þeirra, skilurðu. Og þeir syngja nöfnin þeirra. Og það eitthvað sem ég geðstoltur af, þú veist, að þeir, þú veist, að fólk kann nöfnin þeirra, skilurðu. Af því þeir voru bara vinir mínir, skilurðu. Og ef ég á að taka eitthvað frá þessu, þá veist, þessi plata til einhver þeim og ég stoltur af því, skilurðu. Að fólk veit hverjir að Hreinn og Orri, þeir eru ekki lengur hérna, en þeir þekkja nöfnin þeirra, skilurðu. Ég sannfærður það, þetta bara tímabil, veit að allir þurfa gangi í gegnum erfiði og kannski eftir allt saman verður þetta þess virði. Bíðum og sjáum, En hvernig líður þér eftir plötuna? Sko, popstjörnur og bókstaflegar stjörnur eiga eitt sameiginlegt að þegar við horfum á sólina að þá sjáum við það sem var í gangi sko fyrir 8 mínútum. Ég held að það sé oft líka alveg þannig, þú veist, hjá poppurum. Það eitthvað búið að vera í gangi, svo sér fólk það og þá kannski eitthvað búið að breytast. Maður náttúrulega ekki bara eitthvað flatt ástand, maður fer upp og niður. Það að líða vel, það bara að vinna, bókstaflega, og þú ert bara að fjárfesta í því og það ekki að taka bolta og skjóta hann eins langt og þú getur, það að halda boltanum á lofti og þú veist, stundum missir maður boltan, skilurðu, og stundum þarf maður að pumpa í hann, stundum maður pirrar út í boltan og veit ekkert hvað að gera við hann og líður eins og maður hafa aldrei eftir sig og þú veist, það bara mjög mismunandi, skilurðu. En ástarsorg er hugmynd sem að þú kemst yfir ástarsorg. Og platan ástarsorgarplata. Já. Þú ert með Afsakanir sem kemur enginn eins og þú, þannig ég hugsa, ok, núna upp. Auðvitað. Já. Já, við ætlum upp, skilur við ætlum að gera það, skilur. Og þú veist, mér langar bara að liða vel, skilur. Og ég að spyrja það með ráð jafn mikið og ég að forritast. Og það eitt af því sem kannski líka pínu erfitt, að fólk kemur til mín og segir, herru, vá, takk fyrir þessa plötu, takk fyrir að opna það svona mikið, herru, getur þú komið og haldið fyrirlestur hérna hjá okkur í Borgarholtsskóla? Við erum með hérna geðheilsudaga. Hvað á ég að segja? Þú veist, mér finnst það skrítið að fara að setja mig í þá stöðu eitthvað svona að gefa ráð, þú veist, af því að ég bara einhver gaur, skilurðu,
og ég bara frekar góður að gera tónlist, skilurðu. Það þýðir ekki að ég viti eitthvað í minn haus, sko. Það er nefnilega það sem sko, mér finnst svo áhugavert, af því að þú gefur út afsakanir. Hún er plata ársins, þú veist, það er mikið hlustun, þú verður allt í einu stærri heldur en þú varst, þú verður auður og þú verður ekki lengur bara einhver gauð sem er góður á gítar, þú verður gauð sem semur þessa tónlist og fólk hugsar kannski að hann geti svarað með þessu eða eitthvað. Hvernig tilfinning er það? Er hún yfirþyrmandi? Já, auðvitað er hún yfirþyrmandi. Þetta var rosa intense. Margir gefa sér að ég sé með einhverja ábyrgð, en þú veist, þetta er ekki mín ábyrgð. Ég er sko listamaður, sko. Ég er ekki félagsráðgjafi, sko. Og þú veist, ég væri bara mjög lélegur félagsráðgjafi, af því ég væri bara alltaf bara að grípa í gítar og bara eitthvað, veist, að söngla eitthvað, skilurðu. Það er bara mitt að segja mína sögu, þú veist, og það er bara það sem mig langar að gera, skilurðu. En hvernig finnst þér þegar fólk er að misskilja? Þú veist, af því þú setur eitthvað í the public domain, bara opinberan vettvang, og þá er það bara opið fyrir gagnrýni og fólk sem bara hlustar á eitt lag og er bara eitthvað, þessi gæi er alveg galinn, eða eitthvað, bakkar eitthvað í kjölfaraði. Hugsaðu bara, ég finnst ég nenni þess ekki. Ég meina, þetta er fyrsta viðtalið sem ég fer í 1,5 ár, skilurðu, og það er alveg eitthvað. Ég meina, mér hefur ekkert langað til að fara í viðtal og mér finnst þetta allt erfiðar spurningar, skilurðu. Fólk er alltaf að fara að misskilja það sem maður er að gera, sko. Og ef þú ætlar að misskilja mig, þá bara verður að gera það, skilurðu, og veist. Jafnvel þótt að hún brást, trúi ég inn á ást. Jafnvel þó svo sumar stelpur tali eins og stjörnuspá. Lít ég bara fram á veginn, þetta reddast einhvern veginn. Á endanum þá styttir alltaf upp. Er eitthvað breytt? Líður þér betur en þér leið fyrir hálfu ári eða? Það líður miklu betur, auðvitað líður mér betur. Ég meina, það var svona veður þegar ég fór inn á geðdeild í fyrra, skilurðu. Já. Ertu byrjað að semja næstu plötu? Ertu byrjað að... Já, löngu, þú veist, ég sem svo mikið að, þú veist, auðvitað. En þú veist, ég veit ekkert hvað sú plata verður, sko. Er erfiðara að hafa ekki solid subject? Ég meina, ástarsorg er auðvitað risa þema til að tala um. En þú veist, það er líka það, þú veist, verða skotin í nýjum stelpum og svo hafna þær mér og hérna, ástarsorg aftur. Nei, en svo er maður hamingjusamur og það er meira þess að tímabil innan þess ferli sem ég er að gera afsakina sem ég liður bara gett vel, skilurðu. Maður er alltaf að upplifa alveg breytt litur of tilfinninga. Og þú ert bara núna, þú veist, erum við bara komin að, þú veist, þetta ferli er búið og nú tekur eitthvað annað við. Já. Auðvitað er þetta tímabil, skilurðu, eins og ég er að segja, veist. Og það gerist eitthvað, skilurðu. Og það er alltaf von. Geggjað. Þetta var geggjað lokapunktur. Kannski árið 2030 horfum við tilbaka og sjáum eitthvað annað. Kannski þegar ég er orðinn fertugur, fjarlægðin er lengri, komið nýtt samhengi. Allir fingur á loft, reykinn pínu oft og við lifum og lærum, kveikjum í nýjum glæðum. Mun vinna í sjálfunni til ég deyr. Inn á geðdeild.